Verkefni 31 á blaðsíðu D14 í bókinni Tölvunotkun, 31 tunglið. Ég ætla að byrja á að merkja allar fyrirsagnir með heading 1, 2 eða 3 og setja stigskipt kaflanúmer á fyrirsagnirnar. Það skiptir ekki máli hvort ég ger á undan, en ég ætla að merkja fyrirsagnirnar og þeir sjáuð á sýnishorninu til hliðar hvaða fyrirsagnir eru með heading 1 og hvaða fyrirsagnir eru með heading 2. Tunglið er hér með heading 1 og síðan kemur uppruni, það er heading 2 og síðan koma kenningarnar á heading 3 og heading 3 og síðan kemur gerð tunglsins, það er heading 1 og tunglferðir eru heading 2 og heimildirnar eru líka á heading 1. Svona. Og nú ætla ég að setja stigskipt kaflanúmer og þá fer ég í multilevel list og ég vel þetta útlit hér. Þess að velja það með heading, ekki þetta hér fyrir ofan. Ég er að fara aftur inn í þetta og ég vel hérna heading 1. Og þá sjáum við að allir kaflarnir eru komnir með kaflanúmer fyrir framann. Og ég ætla að breyta útliti á fyrirsögnunum eins og sagt í lið númer 2. Ég ætla að feitletra þær og hafa 6 punkta á eftir og 12 punkta á undan. Og ég get gert það hér með því að hægri smetla á músahnappinn og fara í Modify og þá fer ég hér í format paragraf og vel 12 punkta á undan og 6 á eftir og ég get feitletra beint hér og OK og heading 2 feitletra og format paragraf 12 punkta á undan, 6 punkta á eftir og síðan er það heading 3, Modify, feitletra, format paragraf, 12 punkta á undan og 6 punkta á eftir. Og þá breytast allar fyrirsagnirnar í skjalinu sem ég var búin að merkja. Ég ætla að vista skjalið og síðan ætla ég að sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið setjið föst síðuskil á undan kaflafyrirsögnum og búið til nýja stíla.